Gleðilegan hvíldardag öllsömul, gott að sjá okkur hér. Við skulum hefja stundina með því að lúta höfði í bæn. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir allar þær blessanir sem þú gefur okkur. Við þökkum þér fyrir þinn hvíldardag sem þú gefur okkur á hverju viku til að minnast þín og til að njóta samveru og til þess að lofa þig. Kæri himneski Faðir, við biðjum þig að blessa þessa stund og vera með þeim sem hér eru, þeim sem fylgjast með okkur á netinu og þeim sem eru á leiðinni og þeim sem ekki gátu verið hér, vildu ekki skjarna. Við biðjum þess í Jesú nafni. Amen. Við skulum syngja saman sálminn númer 10. Lofa sál mín lávar himna. Við skulum halda áfram að lofa Guð í söng og syngja sálminn númer 213, Sjá lausnarinn bíður. Sálminn númer 213. Amen.
Við skulum lesa ritningalesturinn. Hann að finna í Mattheus 5. kapla og ég bið ykkur að rísa á fætur. The scripture reading today is from Matthew chapter 5 verse 3 to 13. El scriptero es Mateo 5, 3 onwards. Okay. Sælir eru fátækir í anda því að þeirra himnaríki. Sælir eru sorgbitnir því að þeir munu huggaðir verða. Sælir eru hóvarir því að þeir munu jörðina erfa. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir munu saddir verða. Sælir eru miskunnsamir því að þeim munu miskunnað verða. Sælir eru hjartarhreinir því að þeir munu Guð sjá. Sælir eru friðflyndur því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætir sakir því að þeirra himnaríki. Sælir eru þér, þá menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Verið glaðir og fagnir því að laun yðar verða mikil á himnum. Þannig ofsóttu þeir spámennina sem voru á undan yður. Þér eru salt jarðar. Ef saltið dofnar, með hverju á að selta það? Það þá til einskis nýtt, menn fleygja því og tróða undir fótum. Við skulum lúta höfði í bæn og krúpa með mig til bænar þeir sem treysta sig til. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir það að þú gefur okkur nýja náð á hverjum degi. Við þökkum þér fyrir allar þínar blessanir og fyrir allt það sem þú gerir fyrir okkur. Við þökkum þér fyrir þann vonaríka boðskap sem við höfum í ritningunni endurkomið þína, nýtt líf, eilíft líf með þér. Líf þar sem horfin syndin, tár og öll sorg. Kæri Faðir, við þökkum þér líka fyrir þær blessanir sem þú hefur veitt okkur hér. Tímann sem við getum varið saman og allar þær lífsins gnæftir sem þú hefur gefið. Allt þetta gjöf frá þér, hver dagur, hvert augnablik. Kæri Faðir, við biðjum þig að fyrirgefa okkur þegar á miður fer, þegar við gerum það sem við eigum ekki að gera eða þegar við gerum ekki það sem við ættum að gera. Kæri Faðir, við biðjum þig að fyrirgefa okkur sem einstaklingum og sem söfnuð. Kæri Faðir, við biðjum að þú megir, gefa okkur ríkulega af náð þinni og vera með okkur og leiða okkur ávallt. Við viljum fylgja þér, kæri Faðir. Kæri Faðir, það eru bænarefni í hugum okkar, hvers og eins. Það einnig fjölda bænaatriða sem ritað hafa verið í bænabókina. Kæri Faðir, þú þekkir öll þessi atriði. Við biðjum þig að vera með sorgbitnum. Við biðjum þig að vera með þeim sem þurfa á lækningu að halda. Þú megir lækna og líkna. Þú megir vera með okkur á erfiðu tímanum og við megum ekki gleyma þér á góðu stundunum. Kæri Faðir, við biðjum þig að blessa þessa stund, þennan söfnuð og söfnuðin hér á landi og víðsvegar allan heim. Kæri Faðir, ég bið þig einnig að blessa leiðtoga þjóðar okkar og þökkum þér fyrir að búa í friðsælu ríki. Við biðjum þig að þú megir grípa inn í samfélaginu okkar þá ókvæðlegu þróun sem við sjáum. Kæri Faðir, við setjum allt þetta í þínar hendur og biðjum í Jesú nafni. Amen. Við skulum syngja saman sálmi númer 70, Mikil miskunn þín.
svo sannarlega miskunn Guðs mikil. Það komið að því að við tökum upp gjafir, en að þessu sinni renna gjafir í safnaðarsjóð og þetta að sjálfsögðu frjáls framlög sem eru notuð til að halda utan húsnæði hér og safnaðarstarfið. Himneski Faðir, við biðjum þig að blessa þessar gjafir og margfalda þær, að þeir megi vera starfið þínu til framdráttar og þú megi blessa þær og gjafarann. Í Jesú nafni. Amen. Jæja krakkar, þá ætlum við að syngja sálminn númer 179, Jesús hann oss elskar öll. Syngjum hann fyrst á íslensku, fyrsta erindið, og svo á spænsku. Jæja, ekki krakkar hérna, vil ekki koma fram og heyra smá barnasögu? Ég veit ekki alveg hvernig við gerum það því að við erum svo hæfileikaríkan þýðanda sem þýðir alltaf bæði á hinu og þessu tungumál. En kannski þarf ég að fá einhver til að hjálpa mér svo að börnin skilji á spænsku og ensku. Allavega kannski á ensku allavega. Sýnist þið allavega að vera með þessi 2 tungumál í dag? Getur það ekki passað? Nei, 3. If you... Yes, thank you. Here you go. Gleðilegan hvíldardag, krakkar. Feliz sábado, niños. Happy Sabbath. Mér langar til að segja ykkur sögu af honum Pétri. Quiero contarles una historia de Pedro. I want to tell you a story about Peter. Hann átti bóndabæ. Él tenía un barco, a boat. Bóndabæ. Farm. Bóndabæ, yeah, a farm. Já. Él tenía una granja, he had a farm. Og það rosalega margt sem þarf að gera. Y había muchas cosas que tenía que hacer. And he had to do many things in the farm. Og en hann stundum þá var rosalega mikið sem þurfti að gera, en það enda yfirleitt alltaf vel. Það enda alltaf vel.
Y a veces estaba muy cansado porque tenía muchas cosas que hacer. He was sometimes very tired because he had a lot to do. En hann trúði á Guð. Pero él confiaba en Dios. He always trusted God. Og hann vissi að Guð myndi hjálpa honum ef hann myndi vanta eitthvað. Y sabía que Dios le iba a ayudar en todo lo que él tenía que hacer. And he knew that God would help him in everything he had to do. Og Guð hefði aldrei brugðist honum. Y Dios siempre estaba ahí para él, and God was there, was always there for him. En einu sinni vantaði honum, og þetta fyrir svolítið síðan, hann vantaði sko 30 krónur. Y una vez le hacían falta 30 coronas. And once he really needed 30 krona. Og þá, í gamla daga, þá var þetta mikill peningur. Y en aquellos tiempos eso era bastante dinero, mucho dinero. And that was, back on those days, that was a lot of money. Og hann átti engan pening. Y no tenía dinero, he had no money. En hann þurfti að borga skatt. Y tenía que pagar sus impuestos, he had to pay taxes. Hann gat kannski selt kú, en það hefði enginn komið til að kaupa kú í marga mánuði. Y trató de vender sus vacas, una vaca, pero nadie venía a comprar la vaca. He tried to sell a cow, but nobody came to buy it. Hvað átti hann að gera? ¿Y ahora qué va a hacer? What is he going to do? Hann sá ekkert hvernig hann geti fundið út úr þessu. Hann vissi hvernig hann geti leyst þetta. No encontraba la solución para esto. He couldn't find a solution for this problem. En hann vissi í hjarta sínu að Guð myndi hjálpa honum ef hann myndi biðja Guð að hjálpa sér. Pero él sabía que Dios le iba a ayudar. He knew that God would help him. Og þetta á sunnudegi. Y esto era en este día era un domingo. This was Sunday. Og hann þurfti að borga á morgun á mánudaginn. Y tenía que pagar sus impuestos mañana, el lunes. He had to pay on Monday the taxes. Svo á sunnudagsmorgunum þá vaknaði hann klukkan 3 eins og hann gerði vanalega. Entonces el domingo se levantó muy temprano a las 3 de la mañana. So on Sunday he woke up very early at 3 o'clock in the morning. Klukkan 3 það bara miðanótt, er það ekki krakkar? Hvenær vaknið þið vanalega? 7, 8. Las 3 de la mañana es muy temprano. ¿A qué hora se levantan ustedes? 3 o'clock in the morning is very early. At what time do you usually wake up? 7, já. 7. Já. Eitthvað svoleiðis, það svona eðlilegra. En hann þurfti að mjólka kýrnar. Pero él tenía que ordeñar las vacas. He had to milk the cows. Og þegar hann var búinn að því, rétt fyrir klukkan 6. Y cuando terminó, justo antesito de las 6, and when he was finished, right before 6, að þá fór hann að hugsa þetta. Þá fór hann að hugsa aftur þessar 30 krónur sem hann skuldaði. Y otra vez empezó a pensar en esas 30 coronas que necesitaba. He started to think again about those 30 krona that he really needed. En hann var svo þreyttur að hann ákvað að fara að leggja sig. Y estaba tan cansado que decidió irse a acostar un rato. He was so tired that he decided to go and lie down for a little bit. En áður hann lagði sig, þá bað hann til Guðs. Pero antes de acostarse, oró al Señor. But before he went to bed, to rest a little bit, he prayed to the Lord. Og svo sofnaði hann. Y se durmió, so he fell asleep. Það var einhver að banka. Alguien estaba tocando la puerta. Somebody was knocking at the door. Hann vaknaði og rauk upp. Se despertó. He woke up. Hann vissi ekki hvað hann hefði sofið lengi. No sabía cuánto tiempo se había dormido. He didn't know how long did he sleep. En hann heyrði að það var einhver maður.
sem vildi kaupa kú. Y escucha que era un señor que quería comprar una vaca. It was a man that wanted to buy a cow. Þá vaknaði hann alveg glaðvaknaði og flýtti sér fram. Se levantó feliz y como balazo a abrir la puerta. He woke up very happy to open the door. Og þarna stóð maður fyrir utan sem hann þekkti. Y allá había afuera un hombre parado que él conocía. Mér There was a vantar, man standing outside that he knew. mér vantar eina kú til að geta klára pönturina sem ég þarf að gera í dag. Necesito una vaca para poder, Claudia, ¿cuál? Order, to finish the para order. para poder completar una orden que tengo para hoy. I need a cow so I can finish an order that I have for today. Og mér vantar eina kú. Necesito una vaca. I need one cow. Já, þú getur fengið kú hjá mér. Claro, yo te puedo vender una vaca. Of course I can sell a cow for you. Og hann segir, já, heyrðu, hvað viltu fá fyrir kúna, segir maðurinn. ¿Y cuánto quieres por la vaca? How much do you want for the cow? Og maðurinn sagði, hann sagði, ég veit ekki alveg hvað verðið en mér vantar eiginlega 30 krónur, sagði bóndinn, Pétur bóndi. Bueno, no sé cuánto cueste la vaca, pero yo necesito 30 coronas. Well, I don't know how much is the cow, but I need 30 krona today. Svo maðurinn tók upp veskið sitt og gaf hann 30 krónur. Entonces el señor agarró su cartera y le pagó las 30 coronas. So the man took his wallet and paid him 30 krona. Og svo þegar maðurinn var alveg að fara, Y cuando el señor ya se iba, when the man was leaving, þá spurði bóndinn, le preguntó el granjero, the farmer asked him, hann Pétur, hvenær datt þér í huga að koma til mín? hey, ¿cómo se te ocurrió venir a comprarme una vaca? How come you came and buy a cow here from me? Og sagði, mér datt það bara fyrst í hug núna í morgun 6 litið, sagði hann. Se me ocurrió hoy, como a las 6 de la mañana, se me ocurrió venir a verte a ti. It just crossed my mind today, like at 6 o'clock in the morning. Muni, þegar Pétur var að biðja. ¿Se acuerdan que a esa hora es cuando Pedro estaba orando? Do you remember? That's when Peter was praying. Og Pétur bóndi spurði, en hvað klukkan eiginlega núna? Y Pedro, el granjero, se preguntó, ¿y qué hora son? ¿Qué hora es ahora? And he was just wondering, okay, and what time is it now? Það skal ég segja ykkur, hún nákvæmlega 20 mínútur yfir 6, sagði nágranninn. Y el vecino le dijo, son exactamente 20 minutos para las 6. It's exactly 20 minutes to 6. Ekki nema 20 mínútur yfir 6, sagði bóndinn, Pétur. Yfir 6. Después de las 6. Já, yfir 6. After 6, yes. Það tók við ekki nema 20 mínútur að svara bæninni. Dios le contestó su oración solo 20 minutos después. He answered his prayer just 20 minutes later. Pétur bað klukkan 6 Pedro oró a las 6, he prayed at 6, og einhver gaf nágrannum með hugmyndum að kíkja til hans klukkan 6. Hann fór að laða af stað. y su vecino, a su vecino le vino la idea de venir a comprar la vaca a esa hora. Og svo 20 mínútur yfir þá var Guð búinn að svara bænin hans Péturs. Og hann kom með 30 krónur í hendunar. Y 20 minutos después, el Señor le contestó su oración. And 20 minutes later, God answered Peter's prayer. Og þessi saga, hún í bókinni eftir Arthur S. Maxwell, svo við vitum að þetta gerist í alvörunni. Því hann skrifaði bara sögur sem gerist í alvörunni. Y esta historia está en el libro de Maxwell, something? Arthur S. Maxwell. Arthur S. Maxwell. Maxwell Entonces Friend. sabemos que es una historia real. And this story is in the book of Arthur S. Maxwell, so we know it's a real story. Svo við treystum á að Guð hlusti á okkur og passi upp á okkur. Entonces, confiemos en que Dios nos escucha y nos cuida. So we have to trust God that He listens to us and takes care of us.
Og þá vitum við að hann mun svara bænum okkar. Alveg eins og hann svaraði Pétri. Y sabemos que Él va a contestar nuestras oraciones así como le contestó a Pedro. So we know that He's going to answer our prayers just as he answered Peter the farmer. Eigum við ekki að biðja saman, krakkar? ¿Oramos juntos? Shall we pray together? Og spenna greipar svona saman? Ponemos nuestras manos juntas. We put our hands together. Og segja, góði Guð, Querido Dios, dear Lord, viltu vera með okkur? por favor, sé con nosotros. Please be with us. Passaðu upp á öll börnin hér. Cuida a todos los niños aquí. Take care of all children that are here. Bæði lítil og stór. Los grandes y los pequeños, the little ones and the big ones. Og hjálpa okkur að muna alltaf eftir þér. Y ayúdanos a recordarte siempre. And help us remember you always. Og að biðja til þín. Y orar contigo and pray with you. Og treysta á þig. Y que confiemos en ti and trust you. Í Jesu nafni. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Takk, krakkar. Thank you, Adrian. Það gaman að vera í söfnuði þar sem að það þarf að hafa svo mörgum tungumálum að það þýða allt, en stundum áskorun, en það líka blessun. Í dag komið til okkar hann Asli Kongari. Ég ætla að bjóða hann velkominn til að tala til okkar og predika. En hann hefur verið hér á Íslandi alveg allt, ég ætla að segja ekki 40 ár, maybe around 40 years since you first came to Iceland. Do I stand there or here? Yes. Okay. And you can move around if you like it also. Shall we start? Yes. Okay. It is my pleasure to be here in this church today. Það ánægja mín að vera hér með ykkur hérna í kirkjunni í dag. I remember being here in 2018 and preaching. Ég minnist þess að hafa verið hér árið 2018 og hafa predikað hér. I see that the church has changed. Ég sé að kirkjan hefur breyst. And there are very large number of believers from different parts of the world. Og hér trúaðir komnir saman sem eru frá öllum heimshornum. You know, I have worked as a pastor in Finland and in Ireland. Ég starfaði sem prestur bæði í Finnlandi og Írlandi. In Finland, I pastored a Swedish congregation. Í Finnlandi þá var ég prestur fyrir sænskan söfnuð. And I began to reach out to the immigrants in Finland. Og ég byrjaði að leita og þjónusta við þá sem eru innfluttir. And I had started one international service that was held in the church occasionally. Og ég byrjaði að hafa svona alþjóðlega guðþjónustu sem var haldin alltaf af og til. Then I moved to Ireland Síðan fluttist ég yfir til Írlands and worked in the western coast of Ireland. og vann þar á vesturströnd Írlands. There was a wave of immigrants at the time when I was working there. Og þar var líka mikill fjöldi innflytjenda á þeim tíma. The churches I had were very small, Kirkjunar sem ég but I þjónaði voru began to litlar, contact the immigrants. en ég fór að tala við innflytjendunar. They were from Africa, Þeir komu frá Afríku, Asia, Asíu and South America. og Suður-Ameríku. And the church grew in number, Og kirkjun and óx we planted 3 churches. og þeir gerðu 3 nýjar kirkjur. I had a Brazilian church, Það var brasilísk kirkja, a Ghanaian church, og það var ganísk kirkja and mixed international church. og síðan blönduð alþjóðleg kirkja. So I had the opportunity to work with people from different parts of the world. Svo ég hafði tækifæri til þess að vinna með fólki frá víðsvegar heiminn. We were diverse.
Við vorum fjölbreytt, but were united in the Lord, en vorum saminuð í drottni okkar. in one spirit. Í einum anda, When I see the congregation here, og þegar ég sé söfnuðin hér, I feel it is much like what I had in Ireland. þá líður mér eins og ég sé komin aftur til Írlands, eða þetta sé It is a svipað við þar. wonderful experience Það er for me dýrmæt to reynsla be here together að with vera you hér today. saman með ykkur í dag. We, of course, were different in our culture Við vorum auðvitað með mismunandi and menningu ethnic background, og sem sagt, já, og ólíkan húðlit and we had different languages. og mismunandi tungumál. But there was one thing that was common for all of us, En það var eitt sem áttum öll sameiginlegt and that was salt. og það var saltið. We all ate salt, regardless of where we came from. Við borðum öll salt, alveg saman hvað við komum. Whether we understood the value of salt or not, we Hvort- ate salt. Hvort sem við skildum virði salts eða ekki, þá borðum við öll salt. You know, salt is one of the cheapest items in the market. Salt er eitt af ódýrasta sem þú getur keypt á markaðnum And there are different kinds of salt. og það er til mismunandi salt, Mineral salt, salt með sea steinefnum, salt, sjávarsalt, rock salt, and so forth. og bergsalt og svo fram eftir köp. In my native country, we make a lot of sea salt. Í mínu heimalandi þá var gert mikið af sjávarsalti And that is what most people eat all over the subcontinent. og það er það sem flestir borða í þeim heimshluta. In fact, all of us eat salt. Og staðreyndin er svo að við borðum öll salt And it is very important part of our diet. og það er mikilvægur þáttur í And mataræði I okkar. don't think there is anybody seated here who would like to eat food without salt. Ég held að sé enginn hér inni sem myndi vilja borða mat sem er með engu salti. You know, in the gospel according to Matthew, Í Mattheusar guðspjalli, chapter 5 í 5. kafla and verse 13, og í versi 13, Jesus said, "You are the salt of the earth." þá segir Jesús, þér eruð salt jarðar. He is comparing you and me with salt, Hann er að bera okkur saman við which salt is a cheap item on the market. og það er þessi ódýri hlutur á markaðnum. Why did he not say, "You are the sugar of the earth," Akkur sagði hann ekki, þið eru sykur heimsins or "You are the honey of the world"? eða þið eru hunang heimsins. What is so valuable about salt that he compared us with it? Hvað er svo verðmætt við saltið að hann skulle nota það til að bera okkur saman við? That is what I would like to explore with you today. Það er það sem ég vildi skoða með ykkur hér í dag. We are Christians, Við erum kristin and we are living in a secular society. og við lifum í And we are to win souls for Christ. Og við lifum í samfélagi sem er fallið frá kristni og við erum að reyna að vinna sálur fyrir That is ríkið hans. our mission to the world. Það er okkar markmið í heiminn og okkar In other words, we are to influence people to accept Jesus Christ as their personal Savior. Það er okkar hlutverk. Það er okkar hlutverk að bjóða fólki að taka á móti Jesú Krist sem persónulegum frelsara sínum. This is the point Jesus is trying to make in this metaphor. Og það er akkurat þetta sem að Jesú er að leggja áherslu á þegar hann er að nota þessa myndlíkingu. We influence others in the society one way or the other, Við höfum áhrif á annað fólk í samfélaginu okkar, for better or for worse. annarkvort til hins betra eða til verra. When we have food without salt, Ef við höfum mat án salt, it doesn't taste very good, does it? þá bragðast hann ekkert sérstaklega vel. We have to have some salt to have good flavor in the food we eat. Við þurfum að hafa smá salt til að hafa smá bragð í matnum sem við In borðum. the same way, this world needs Christians to give this world a good flavor. Á sama hátt þá þarf þessi heimur kristna menn til Good þess að gefa flavor þeim gott of bragð. Christian living. Gott bragð hins kristna lífstíls og lífshátta. And that is why Jesus said, "You are the salt of the earth." Og það er þess vegna sem að Jesús sagði þér eru salt jarðar. Now, there are 10 points that I have written down today for Yeah. us to understand. Ég hef ritað niður 10 punktar sem fyrir okkur til að skilja saman hér í dag. We would like to understand the qualities of salt.
til að skilja eiginleika saltsins and how they relate to our Christian lives. og hvernig það tengist kristna lífi okkar. Number one, Númer 1, salt adds flavor to our food. salt bætir við bragð við matinn okkar. So if we are Christians, Svo ef við erum kristnir einstaklingar, we should bring good flavor to the people around us. þá ættum við að koma með gott bragð til þeirra sem er í kringum okkur. That means we must love one another Það þýðir að við þurfum að elska hvort annað and promote loving fellowship og hvetja til elskuríks samfélags and harmony in the community. og þess að það sé samhljómur í That is samfélaginu. what Christianity is all about. Það er það sem kristnin er öll You cannot keep a packet of salt on the shelf Þú getur ekki haft saltstaukin á hillunni and expect the food to be delicious. og ætlast síðan til þess að maturinn sé It bragðgóður. has to be mixed with the food. Það þarf að blanda saltinu með matinum So we as Christians also ought to mix with people around us og þess vegna þurfum við líka að blandast inn í samfélagið and influence others og hafa áhrif á to fólk be the followers of Jesus og Christ. hvetja það til þess að vera fylgjendur Jesú Krist. You know, I studied chemistry when I was in the high school. Ég lærði efnafræði þegar ég var í menntaskóla. You know, I hated chemistry, Ég hataði efnafræði but I reyndar, had to study. en ég þurfti að læra það. And in chemistry, in English, we call it sodium chloride. Og í efnafræði þá var þetta kallað sódium, I don't know what they say in Icelandic. þetta er sódium og klór, It blanda doesn't saman. matter. It is composed of two poisonous elements. Salt er búið til úr sódium og klór sem eru Sodium is a metal. natrium og klór og þetta eru tvö banvæn efni. Þú borðar þau ekki einstök eða þau eru ekki banvæn heldur eitruð en þegar þú blanda þeim saman þá er annar mál. Sodium is a metal which is so unstable that it can burst if it is put in the water. Sódium eða natrium er málmur sem er svo óstöðugur að ef maður setur hann í vatn þá getur hann bara sprungið. And it bubbles furiously, Og það bara koma loftbólur alveg á like it fullu. is constantly upset. Eins og þetta sé bara eins og málmurinn sé í vondu skapi, jafnvel, maður segja þannig. Then the other one is chlorine. Og svo hitt er klór. It is greenish, highly poisonous, liquefiable gas. Þetta er grænleitt gas sem er bara, eitrað. It is poisonous. Það er eitrað. In case a railway carriage carrying this gas has an accident, Ef the að- whole community is evacuated. Ef að það er lestarvagn sem heldur á svona klórtank, risastórum klórtank, þá þarf bara að rýma bara heilu samfélagin Because- ef það lendir einhver slysi. Because it is highly poisonous Vegna þess að hann and very dangerous. er eitraður og ertandi og hættulegt. But imagine, En ímyndið ykkur, salt has these two poisonous elements, en saltið hefur þessar tvo eitruðu and we eat them every time we have our meals. og við borðum þetta í hvert skipti sem við erum að borða máltíð. These two elements make good salt, Þessi tvö frumefni mynda Which- gott salt which is beneficial for us. sem er gaglegt fyrir okkur. That's amazing. Það er alveg stórkostlegt. In the same way, Á sama hátt, we as Christians við sem kristnir are not perfect. erum ekki fullkomin. We have our weaknesses. Við höfum veikleika okkar We have our faults. og okkar But God takes care of these things in His hand okkar veikleika, en Guð tekur sér alla þessa hluti í sínum höndum and still makes us the salt of the earth en gerur okkur samt að salti jarðarinnar. for the benefit of mankind. Mannkyninu til betrunar og bóta. So our duty as Christians is to surrender ourselves in God's hand Svo skylda okkar sem kristna einstaklinga er að gefast Guði að En- fullu and let Him
Og make leyfa us honum, the salt of the earth. og leyfa honum að gera okkur að salt jarðarinnar. Number 2, Númer 2. salt is very vital to life. Salt lífsnauðsynlegt. We cannot live without salt. Við getum ekki lifað án salts. Our body has about 226 grams of salt, which is enough Og to fill a salt shaker. líkamann okkar inniheldur svona jafnaði 226 grömm af salti sem nóg til að fylla svona saltstök. Excuse me, I have to take off my jacket. I'm sweating. Salt regulates the water in our cells. Saltið, það kemur, stýrir því hversu mikið vatn í frumunum okkar. It aids muscle contraction, Það hjálpar okkur þegar við erum að draga saman vöðva the nerve impulses, og hvernig taugabóðin eru and the heartbeats. og hjartsláttin. Without salt, we could go into convulsions and die. Án salts þá myndum við bara hreinlega A, gefa upp lífið. a Christian is just like that in the society. Kristinn einstaklingur alveg eins í samfélagi. He is vital in the society. Hann nauðsynlegur í samfélaginu. The Christian principles he abides with bring peace and harmony in the society. Og hérna kristni meginreglu sem hann lifir eftir koma með frið og samkennd inn í samfélagið. Number 3, Númer 3. salt purifies things. Saltið það hreinsar hluti. It has the power to purify. Það hefur kraftinn til þess að hreinsa. In 2 Kings, chapter 2, verses 20 to 22, Í annarri konungabók, öðrum kafla, 20. til 22. versi, Elisha said, segir Elía, bring me a new bowl komið með nýja skál and put salt in it. og setið salt í hana. Then he went out to the spring Svo fór hann að uppsprettunni and he threw salt in it, og hann henti saltinu í saying, uppsprettuna. this is what the Lord says. Þetta það sem drottinn I segir. have healed this water. Ég hef læknað þetta vatn. Never again will it cause death. Aldrei aftur mun það Cause death. Aldrei aftur mun það valda dauða. So if you want to be a real Christian, Svo ef þú vilt vera raunverulegur kristinn some einstaklingur, salt has to be thrown into you. þá þarf að kasta smá salti inn í þig. You know, salt is mentioned in the Old Testament on several occasions. Salt nefnt á nafni í Gamla testamentinu á nokkrum stöðum. In Ezekiel chapter 16 Í 16. kafla Esekiel, and verse 4, í 4. versi, prophet Ezekiel talks about salt as well. þar talar Esekiel spámaður salt einni. And he said, Og hann sagði, on the day you were born, your cord was not cut, á deginum sem þú fæddist var strengur þinn ekki skorinn, nor were you washed with water né varstu skolaður með vatni to make you clean, til að hreinsa þig, nor were you rubbed with salt né varstu nuddaður með salti or wrapped in clothes. eða umvafinn klæðum. In Palestinian Arab communities, Í palestínskum, arabískum salt samfélögum was very much used to purify the babies when they were born. að það var salt notað til að hreinsa börn þegar þau fæddust. There was no modern medical facility in those days that we have here in Iceland today. Gátt ekki farið á svona nútíma sjúkrahús eins og við höfum hér á Íslandi í dag. Salt was used like peroxide, Salt var notað sem sótthreinsandi efni and it worked like an antiseptic. og það kom í veg fyrir sýkingar. You know, it kills the germs very fast. Og það drepur And Jesus said, you are the salt Bakteríur. of the earth. það drepur bakteríur, já, og Jesús segir, þér eru salt heimsins. As Christians, we are to keep this world pure. Sem kristni einstaklingar þá eigum við að hreinsa, halda We are to þessum be heimi hreinum. purifiers of this world Við eigum að vera hreinsandi afl í heiminum and get rid of the sins of this world og að íta út syndum heimsins
through our influences on others around us. með því að hafa ekki ákveð áhrif á aðra í kringum okkur. In the Gospel according to Mark, Í Markusar Guðspjalli, chapter 9 kapla 9 and verse 49, og í versi 49, it says, everyone will be salted with fire. það segir þar að allir munu verða saltaðir með eldi. You know, as Christians, Sem kristnir we einstaklingar, go through trials in life. þá förum við gegnum raunir og erfiða tíma í lífinu. We are not immune to trials and temptations. Við erum ekki ónæm fyrir erfileikum og In fact, we are freistingum. tested and tried. Í raun og veru þá erum við prófuð og reynd. Sometimes we fail, Stundum and bregðumst við sometimes we overcome. og stundum komumst við yfir það hindranir. These things make us ready, make us strong to be ready for the final judgment. Þessir hlutir gera okkur sterk og tilbúin fyrir hinn komandi dóm And these things make us victorious in our Christian life. og gefa okkur sigur í okkar kristnilegri göngu. They purify our character. Það hreinsar lindisengun okkar. Number 4, Númer 4. salt is the symbol of the righteousness of Jesus Christ. Salt myndmál fyrir réttlæti Jesú Krist. You know, in the Old Testament times, Á tímum Gamla testamentisins people made sacrifices of lambs að þá var fórnað lambi for the forgiveness of their sins. fyrir fyrirgefningu synda, But they could not simply sacrifice lamb without being salted. en það mátti ekki bara fórna lambinu án þess að það væri búið að setja á það salt. The lambs were salted. Lambið var saltað It was only then the priest accepted the lambs to be sacrificed. og það var einungis þá sem að presturinn myndi taka það í mál að samþykja það sem fórn. Why? Hvers vegna? Because salt signifies the righteousness of Christ. Því að saltið táknaði réttlæti Krists. When it is salted, Og þegar að það er saltað, it was accepted for Þá- the offering by the priests. að þá var lambið ásættilegt sem fórn fyrir prestunum. We are sinners, Við erum syndarar and all of us have come short of the glory of God. og við erum And Apostle Paul says og við höfum öll komum öll in Romans 12, verse 1, og við höfum öll gert við höfum öll okkar galla og skortir. Sorry, he says, I'm catching up. Sorry, I'm catching up. okay, I'm okay, sorry. okay, sorry. Og við höfum öll okkur skortir öll á upp á það að ná í dýrð Guðs, en postulinn Páll segir í Rómverjabréfinu Now we can do, okay. He says that we are living sacrifices unto God. að við séum lifandi fórn fyrir Guð, So we must be salted. svo að við þurfum einnig að vera In söltuð. other words, we must have the righteousness of Christ Við þurfum að taka á móti réttlæti Jesú Krist, because we have no righteousness of our own. því að við höfum ekkert réttlæti af okkar eigin. But the righteousness of Christ comes to us En réttlæti Krist kemur til okkar when we take Jesus in our lives. þegar við tökum á móti Jesú inn í líf okkar. He is the salt, Hann saltið and he salts us. og hann saltar okkur. And you see, Og þú sérð, more we have him, því meira sem við erum the hjá more honum, we become like him. því meira líkjumst við honum. And that is what he calls the salt of the earth. Og það er það sem hann kallar salt jarðarinnar. We cannot have his righteousness with our merits Við getum ekki haft hans réttlæti með okkar eigin, or fyrir the okkar eigin good gjörðir, works, fyrir öll okkar góðverk, but only through faith in him en eingöngu fyrir trú að and honum accepting the great sacrifice he has made for us at the cross of Calvary. og með því að taka á móti þeirri miklu fórn sem að hann gaf fyrir okkur á krossinum, á Golgata. Number 5, Númer 5. salt preserves. Saltið varveitir. You know, when I first came to Scandinavia way back in 1981, Þegar ég kom fyrst til Skandinavíu árið 1981, I saw salt being used to preserve food for the first time. þá
þá sá ég það í fyrsta skipti að In það var verið að India- nota salt til að varðveita matvæli. In India also we use salt, Við gerum það líka í Indlandi, but never to that extent. en aldrei svona mikið. We use more spices with the salt. Við setjum krydd To do the same thing, to með preserve food. saltinu til að varðveita matinn. So the significance of the salt is perhaps undermined in India. Svo að mikilvægi saltsins kannski ekki eins, But here in í this Indlandi. part of the world, en hér í þessum heimsluta, I have eaten salted lamb, þá hef ég borðað saltalamb, salted salmon, saltaðan lax and many other kind of food that is salted. og önnur matvæli sem hafa verið í saltlegi eða söltuð. In the same manner, God has chosen us as Christians to be preservatives in this world. Á sama hátt hafði Guð kallað okkur sem kristna einstaklinga til að vera svona varveitandi afl í So that we can preserve the word of God að við getum varveitt orð Guðs and share it with others until the end of the world. og við getum deilt í með öðrum allt til enda heimsins. Look at the world situation today. Lítum á heims ástandi í dag. There are problems in many countries of the world. Það eru vandamál í mörgum löndum vísverum heiminn. And the problems are less where people keep God's commandments. En þau eru minni og færri þar sem að fólk heldur boðorð Guðs. And the laws of the land are aligned with God's law. Og þar sem landslög fara með lögum Guðs, þar But sem þau passa wherever saman. there is absence of God's commandments En þar sem að það vantar eða boðorð Guðs eru ekki til and staðar deviation from that, og þegar fólk there fer is frá þeim, chaos. að þar er upplaust. And we are to preserve that. En við þurfum að varveita. We must also note Við þurfum líka að hafa það á hreinu we could be rotten ourselves að við gætum rotnað við if okkur we do sjálf not care. ef að við hugsum ekki að því We og höfum ekki also need to be salted to be preserved. Við þurfum líka að taka á móti þessu salti til að The varveita okkur sjálf. salt, that is Jesus Christ, Salti sem er Jesús Kristur should penetrate in our lives. þarf að fara inn og í gegnum og allast að kima lífs okkar. Religion for namesake is not good enough. Trú bara að nafni til er engan veginn nóg. We must be real Christians Við þurfum að vera raunverulegi kristin einstaklingur. so we can preserve this world from getting rotten. Svo við getum varveitt þennan heim frá því að rotna. In order for us to influence others Til þess að við getum haft góð áhrif á aðra and to preserve them, og til að varveita þá, we need to penetrate in the society þá as þurfum well. við að fara inn í samfélagið. We cannot live like hermits Við getum ekki búið eins og and einhverjir expect to munkar influence lengst í burtu others. frá öllu samfélaginu og samt búist við því að hafa áhrif á samfélagið. The salt does not do any good until it is shaken out of the shaker to have any effect on the food. Salti gerir ekkert gagn á meðan það er ennþá í saltstönglinum. Það þarf að hrista það úr svo það fari og blandist með matnum. Number 6, Númer 6. salt melts and softens. Saltið bræðir og mildar. You know, I was not born in this part of the world, Ég var fæddist ekki í þessum heimsluta, but now I live here en nú bý ég and hér have lived for over 40 years in different parts of Scandinavia. og ég hef búið í yfir 40 ár í mismunandi löndum í Skandinavíu. And I have seen salt being used in many other ways that I did not see in my native country. Og ég hef séð salt vera notað á marga mismunandi hátt sem ég átti ekki að venjast í mínu heimalandi. Winters are long, Vetranir eru langir and I have lived through long winters over the years. og ég hef lifað marga langa vetra í gegnum ævi mína And I have driven on the icy roads og ég hef keyrt á ísilögðum vegum and crossed the mountains in Iceland and in Norway. og farið yfir fjöllin bæði á Íslandi og í Noregi. The salt is used on the icy roads Og saltið er notað á so that the ísilögðum vegunum ice may melt. svo að ísinn bráðni. Without salt, we could have a lot of accidents Án þess að setja saltið þá veru and mun fleiri deaths in this bílslys part of the og world.
og banaslys í þessum heimsluta. Salt is also used for something else. Saltið er líka notað fyrir annað. When we have hard water, Þegar við erum með hart vatn, we use salt to soften that water. þá setjum við smá salt til að mýkja vatnið. You know, Apostle Paul says Páll postuli segir in Colossians chapter 4, verse 6, í Kólussubréfi, 4. kafla og 7. versi, let your conversation be always full of grace and seasoned with salt. láti samræðið ykkar ávallt vera fulla af náð og stráð með salti. What does it mean for the conversation to be full of grace, seasoned with salt? Hvað þýðir það að samræðinar eiga að vera fullar af náð og með dassið að stráðu yfir með salti? You know, I have worked as a salesman for many years, Ég hef starfað sem sölumaður í mörg ár, knocking at the doors bankað á dyrnar and meeting different kinds of people everywhere. og mætt mismunandi fólki vísvegar. And sometimes I meet people who have strong words to say. Og stundum hitti ég fólk sem hefur stór og sterk orð til að segja And they could cut through the hearts of someone listening, og þau getur skorið inn og beint í hjartað á þeim and they sem could be les hurt. og þau myndi heyra. But if we are true Christians, Og það myndi særa þau. En We ef við should- erum sannir kristnir our einstaklingar, talk should be soft. þá ætti samræður okkar að That vera would bring mjúkar healing in the lives of others around us. og að þau ætti að koma með lækningu inn í líf annara í kringum. Our talk should be seasoned with Jesus. Samræður okkar ætti að vera Apostle Paul means here. ætti að vera kryddar og fylltar af Jesú og það er það sem Páll postuli Number hér. 7, Númer 7. salt can lose its savor. Salt getur mist seltu sína. In Gospel according to Mark, Í Markusarguðspjalli, chapter 9, 9. kapla verse 50, og 50. versi, Jesus said, segir Jesú, the salt is good, saltið er gott, but if it loses its saltiness, en ef það missir seltu sína, how can you make it salty again? hvernig getur þú gert það salt aftur? Have salt in yourselves Hafið salt í sjálfum ykkar and be at peace with each other. og verið í friði við hvort annað. So we see that salt can lose its savor. Þannig að við sjáum það að salt getur mist seltu sína. We can be good Christians Við getum verið góðir kristnir and einstaklingar strong believers, og trúfast eða trúir, but chances are en það gæti samt gerst that we can slide back að við getum and lose eternal life. slakað á og mist tökin af eilífa lífinu. You know, there are salt mines in Detroit, in Michigan, in America. Það eru saltnámur í Detroit, í Michigan, í The Bandaríkjunum. salt has been there in the mines for thousands of years, Saltið hefur verið þar í þúsundur ára, and it does not lose its saltiness. en það missir ekki seltu sína. How does the salt lose the savor? Hvernig missir salt seltu sína? By being diluted Með því að vera þynnt út or being contaminated. eða vera mengað. In Palestine, Í Palestínu, during the time of Jesus, á tímum Jesú, people had no modern ovens or, cooking range. það voru ekki svona eldavélar eins og við sjáum í nútímanum. Ovens were made of stone slabs on the outside. En ofnin var steinhlaðinn úti And under the slab, they had layers of salt. og undir under the slab. Layers of salt. You know, the salt. Já, og þeir settu einhvern veginn salt þarna undir. Yeah. And that retained the heat. Já, þetta er svona steinhlaðið með stein og þá er sett salt undir til að varveita hitan. But over a period of time, En yfir ákveðin tímabil, the salt would lose its savor. þá myndi saltið missa seltu sína And it would not retain the heat anymore. og þá myndi það ekki lengur halda hita. So they would change the salt again Svo þá myndu þau þurfa að skipta and saltinu have aftur út another layer of salt. og setja nýtt saltlag á.
You know, we are living in this world today Við lifum í þessum heimi í dag and are surrounded by impurities of this world. og við erum, allt kringum okkur óhreinleiki þessa heims And we can be diluted. og það hægt að þynna okkur líka We út. can be contaminated Og við getum smittast af öðru eða and mengast af öðru eventually lose our saltiness. og mist þannig seltu okkar að lokum. That would mean Það þýðir that we could lose our Savior að við getum and be lost to the world. mista frelsar okkar og There are so many things around eilífa us, lífinu. Það svo mikið í kringum okkur and that take us away from Jesus. sem tekur okkur í burtu frá Jesú. Instead of seasoning the world, Is we that- get seasoned by the world. Í stað þess að við séum að koma með salt í heiminn, þá heimurinn að hafa áhrif á okkur. We must be focused on Jesus and maintain our saltiness. Við þurfum að einblína á Jesú og halda í seltu okkar. If we lose our saltiness, Ef við missum seltu okkar, we may be namesake Christians þá erum við kannski kristnir að and nafni lose til Jesus. og við töpum af Jesú. Then we will not be able to influence others around us, Þá getum við ekki lengur haft áhrif á aðra í kringum okkur and we cannot win souls for Christ that way. og við getum ekki unnið sálur fyrir Krist. And if we are on the losing ground, Og ef við erum að tapa, we should take time to pray to the Lord. þá ættum við, ef við erum að tapa þessari tengingu, þá ættum við að taka tíma til að biðja til So that Guðs. he can help us to gain our saltiness again. Svo hann geti hjálpað okkur að ná aftur upp seltu. We cannot simply become salty, Við getum ekki bara einfallega orðið sölt, but God can help us en Guð getur hjálpað to okkur become salty. að verða sölt. With man, this is impossible, Hjá But- manninum þá þetta ómögulegt, but God, with God, all things are possible. en með Guði þá allt mögulegt. Okay, number 8. Númer 8. Salt has value when used. Salt hefur verðmæti þegar það notað. You know, salt in the shaker is of no use unless it is shaken on the food. Saltið í saltstöngulum hefur engan not fyrir það hrist út og sett í matinn. The same is the case with us. Sama með okkur. As Christians, Sem kristnir einstaklingar, we may be good Christians, þá getur vel verið að við sem góðir but we kristnir may not einstaklingar, associate with people around us. en að við umgangust ekki annað fólk. And we may live in isolation. Og við lifum kannski bara útaf fyrir okkur. You know, there are so many people who are in need of Jesus in the society. Vitið today. það eru svo margir sem þurfa á Jesú í samfélaginu. They are living a salt-free life. Þau lifa lífi án salts. But we can help them En við getum hjálpað þeim to have salt in their lives. að hafa salt í lífi sínu. Number 9. Númer 9. I'll try to make it shorter. It's already number 9. Við erum komin á númer 9. Salt creates thirst. Salt gerir mann þyrstan. You know, when I first came to Sweden, Þegar ég kom fyrst til Svíþjóðar way back in 1981, í 1981, I got to taste something called surströmming. þá smakkaði hann sörströmming. Það That is a special kind of dish made of fish up in the north of Sweden. Þetta sérstakur matréttur fiskur I had í never norður eaten that before, Svíþjóð. Hann hefði aldrei borðað svona áður, but it was a very special delicacy for the people in that part of the world. og þar þetta algjör kostgætt. But when I ate that- Manni finnst það mjög gott, en þegar hann borðaði þetta, I was thirsty very much, þá var ég mjög þyrstur and I drank a lot of water. og ég drakk mikið af vatni. It created thirst in me. Það bjóð til, gerði mig gríðarlega þyrstan. A good Christian, Góður kristin einstaklingur if salty, saltur, will create thirst in the congregation, mun búa til
gera And fólk þyrst í samfélaginu, in the society around us, í kirkjunni og í samfélaginu. thirst for the living water, Að menn þyrsti í hið lifandi vatn, the thirst for the outpouring of the Holy Spirit. þyrsti í útdelingu heilags anda And a good congregation would create thirst for the living water. og góður söfnur býr til það að vera maður sé þyrstur fyrir hið lifandi vatn. This calls for transformation in our lives Þetta kallar á umbreytingu í lífi okkar as Christians to be true witnesses for the Lord. í lífi okkar sem fyrir kristni að við meðum vera sannir vitnisburðir fyrir The last point, number síðasti 10. punktinn, 10. punkturinn. Salt is valuable. Salt verðmætt. You know, when Jesus was around, Vitið að þegar Jesús var uppi, those who lived near the sea, þá voru þeir sem lifðu nálægt sjónum, they had access to salt water, þeir höfðu aðgang að and they were sjávarvatni lucky og þeir voru heppnir and had enough salt. og þeir áttu nóg af salti. But those who lived far away from the sea En þeir sem byggu lengra frá sjónum had to barter for salt. þurftu að, had to, The barter, já, exchange. þeir þurftu að skipta einhverju öðru fyrir salt. In fact, salt was valuable even for the Romans. Meira segja fannst Rómverjunum The salti Roman soldiers got their salaries in salt, og rómverskir hermenn fengu laun sín í salti. and they called it salarium. Það svona kalluðu það salarium. That is where the word salary comes from Og in þaðan the English language. kemur enska útgáfan af launum. Það frá As því að- Christians, we are also valuable in the kingdom of God. Og sem kristin einstaklingar þá erum við einnig verðmætt í ríkidæmi Guðs. May God bless each and every one of us seated here, Megi Guð blessa okkur öll sem eru hér and may He make us og megi hann gera okkur að the best salt, besta salti so that we can be effective witnesses for Him in the community. svo að við meðum vera góður vitnisburður fyrir hann í Amen. samfélaginu. Amen. Við skulum þá syngja salmi nummer 427, Þú drottin allra alda. Eigum við ekki bara að rísa á fætur? Thank
Let us bow our heads in prayer. Við skulum lúta höfði í bæn. Our kind and merciful Heavenly Father, Okkar kærleysiki, miskunnsami Faðir, we thank you við þökkum þér. for the wonderful privilege we have had Það það miklu forrættindi sem við höfum haft. to come together Að koma hér saman and share your word. og deila orðið þínu. Loving Father, as we disperse, Og kæri Faðir, þegar við förum we ask héðan you í to dag, pour out your Holy Spirit upon each and every one of us, þá byggjum við þig að útdeila þínum heila handa yfir sérhvert okkar, so that we may become salt of the earth að við megum vera saltjarðarinnar and influence other people around us to come to the foot of the cross. og haft góð áhrif á aðra í kringum okkur til þess að draga þá til fætur Krists. Forgive us our sins and shortcomings. Fyrirgefðu okkar veikleika In og Jesus' name we pray. við byggjum þess í Jesu nafni. Amen. Amen.